Það var annar dagskrárliður, fjárhagsáætlun Akureyrarvegar 2017-2020, gjaldskrár. Guðmundur Baldur Guðjónsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér lögð fram gjaldskrá sem að samþykkt var af meirihlutanum og í bæjarráði síðan 5. dag. Bæjarfulltrúar eru með gjaldskrána fyrir fram að sig og þar náttúrulega, ég ætla að vera að æra ástæðan þetta fara að telja upp einstaka hækkanir. Þetta hefur sem sagt í flestu tilfellum erum menn að tala verðlagshækkanir kringu 3% og mjög víða. Það eru einstaka málaflokkar sem hækka minna eða einstaka liðir sem hækka minna og aðrir meira. En ég held að, eins og ég segi, það sé kannski æra óstöðan. Ég reikna nú með að menn kannski komi hér upp með einhverja athugasemdir við einstaka liði en ég ætla ekki að fara að tíunda þetta. Ég legg bara þessa gjaldskrá sem að hér fram til samþykktar. Takk fyrir. Guðmundur Baldur Guðjónsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu, orðið er laust. Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi, leiðum orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég bókaði hérna á fundi bæjarráðs í síðustu viku athugasemdir við einn lið eða 2 liði í þessari gjaldskrá en það hækkun á gjaldi fyrir aðstoð við almenn heimilisstörf og hækkun á gjaldi fyrir heimsendan mat. Og mér langar aðeins að ræða það og mun að lokum leggja fram tillögu breytingu á gjaldskrá í samræmi við þetta. Ég geri athugasemdir við hækkanirnar sem að annars vegar hljóða upp á 10% og hins vegar 14,78%. Það er maturinn sem að hækka hlutfallslega meira. Í fyrra hækkaði þessi gjaldskrá eða þessi liður líka umfram verðlag og þetta finnst mér bara ekki nógu gott og ég ætla aðeins að svona rökstyðja það með kannski vísan í bara svona nýlegt málþing sem var haldið 7. október. Það var Landspítali sem stóð fyrir því málþingi, það var vannæringu aldraðra. Þar kom fram og þar voru nokkrir aðilar með fyrirlestra og einnig voru vinnuhópar starfræktir á þessu málþingi og þar sem að kom fram að það þarf að gæta betur og gæta sérstaklega að næringu aldraðs fólks sem býr heima hjá sér. Það kom þetta ýmislegt fram líka næringu aldraðs fólks inn á stofnunum en það var samt í raun og veru lögð dálítil áhersla á það að það þyrfti að gera bragarbót á aðstæðum aldraðra sem búa heima hjá sér og við höfum þetta oft talað það og það er nú stefnan hérna að fólk geti búið sem lengst heima hjá sér. Og ég held að þetta atriði, það er að segja næringin sé ótrúlega vanmetin í þessari hugmynd, það er þessum stuðningi við að fólk geti búið heima hjá sér. Og til dæmis sem kemur fram í máli Ragnheiðar Guðmundsdóttur sem er deildarstjóri á bráðaöldrunarlækningadeild Landspítalans kemur fram að við útskrift séu helstu áskoranirnar við heimferð geti verið tengdar mat og innkaupum aldraðra. Og sérstaklega þá þeirra sem hafa lítið stuðningsnet. Og mig langar með leyfi forseta að lesa upp úr samantekt frá ályktunum frá vinnuhópunum sem að fóru störfuð á þessum málþingi. Og ég ætla bara að benda ykkur á að þessa samantekt er mjög góð samantekt á málþinginu í heild sinni sem er hægt að finna á vef Landspítalans. En með leyfi forseta ætla ég að lesa stuttlega upp. Fæðuöryggi veikra aldraðra væri ekki tryggt og samstarf allra aðila, ríkis, sveitarfélaga, heilbrigðisstarfsmanna og aðstandenda að tryggja að aldraður einstaklingur verði ekki vannærður. Mikilvægt væri að allir legðu saman sína reynslu og þekkingu til að tryggja fæðuöryggi aldraðra einstaklinga og settar yrðu verklagsreglur ábyrgð og vinnufyrirkomulag heilbrigðisstarfsmanna til þess að tryggja fæðuöryggi. Og síðan var á öðrum stað, með leyfi forseta, mikilvægt væri að taka stöðuna hvað varðar tíðni vannæringar aldraðra, til dæmis í heimahúsum, þau úrræði sem eru í boði og hverjum þau nýtast. Mikilvægt væri að gera rannsóknir sem sýndu hvort að breyttir starfshættir, það er að segja að tryggja betur fæðuöryggi og næringar ástand aldraðra muni borga sig, ekki aðeins fjárhagslega fyrir samfélagið, heldur fyrst og fremst fyrir einstaklingin sjálfan. Í mínum huga er þetta mál bara
frekar einfalt og skiljanlegt og ég tel bara mig ekki endilega þurfa að rökstyðja þetta mikið betur en það ég engi sérfræðingur á þessu sviði og en það er til nógu sérfræðingum og það er hægt að leita upplýsinga en ég legg til að þessi hækkun á þessum tveim liðum í gjaldskráni að henni verið breytt þannig að þetta sé í samræmi við það sem að við myndum telja eðlilegar verðlagshækkunir sem gætu verið þá kannski 3,5%. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú erum við oddvitarnir sammála hjá Sjálfstæðisflokknum og VG. Þetta er kannski bara vísun á stjórnarsamstarf, það er aldrei að vita. Ég er fullkomlega sammála bæjarfulltrúa Sóleyju Björk í þessu máli og tel eins og ég lét bóka í bæjarráði á 50 að þarna sé verið að fara ansi geyst í hækkanir á hópi sem á ekki að sitja við þetta borð. Ég vil líka taka það fram að það er önnur hækkun þarna sem er upp á 33% sem er hækkun á mánaðargjald í leikfimi upp á 33%. Og þó að upphæðina sé ekkit endilega stóra þá er þetta samt hækkanir. Ég heyrði þann rökstuðning fyrir þessum hækkunum að þarna væri verið að halda í ákveðið hlutfall af kostnaði sem að þjónustuþegarnir, það er að segja aldraðir, séu að greiða á móti Akureyrar bæ. Ef menn ætla að fara að gera það að meginefni í þessum hækkunum, þá verðum við að horfa til annarra þátta eins og leikskólagjaldana í því efni. Því að hér hafa menn rætt það að foreldrar beri það bil 22% af kostnaðinum við rekstur leikskóla. Þetta hlutfall er að fara niður í 18,4% núna. Þannig að ef að menn ætla á annað bara að fara að hengja sig í þessa línu, þá er eins gott að gera það bara allstaðar, en ekki sumstaðar. Þannig að ég bara leggst alfarið gegn þessum hækkunum, eins og bæjarfulltrúi Sóley og gerir ráð fyrir að það eigi við fleiri. Hins vegar fagna ég annarri hækkun sem er hérna og það er þegar menn kaupa sig frá bílastæðum utan miðbæjar og innan miðbæjar. Og ég tel alveg eðlilegt að þeir sem kaupa sig frá bílastæðum í kjallurum, til dæmis, bílastæðakjallurum, að þeir séu þá bera kostnaðinn af þeim bílastæðum sem verða til annar staðar, hvort sem er í bílastæðahúsi sem bærinn stendur þá fyrir, eða á bílastæðum út á lóð. Og þannig að ég fagna þeirri breytingu sem er gerð hér á þessari gjaldskrá, hækka þetta í miðbænum úr 449.024 krónum upp í 1.200.000 á bílastæði. Svo er spurning hvort það duga til. Það öðru leyti ætla ég ekki að hafa fleiri orð en gjaldskrá. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Ætla sér ekki bara vel við hæfi, vístu oddvitar Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks hafa náð saman að Björn Svandi verið þá bara þriðja hjólið og lýsið stuðningi við þessa mótbárur. Ég ætlum bara að koma upp og gera grein fyrir bókunum minni í bæjarráði þar sem ég bókaði að ég teldi réttast að það er frítt í Hólabrautina upp í Skíða upp í Hlíðarfelli fyrir 17 ára og yngri þar sem ég teldi að getur aukið hugsanlega aðsókn í fjallið að börn og önnur fengi nú frítt og getur notið líka þessu aðstöðu á þess að þurfa til þeir sem var að byrja á skíðum. Nú þetta getur fyrsta skref, ég bindi voni við það að maður myndi nú samtvinna svo að frekar í framhaldinu þessu margumtalaða íbúðakorti sem ég vona að menn fari nú að vinna hratt í og koma í gagnið. Þetta er alveg kjörið
kjörin liður til að hafa inn íbúðakorti fyrir Akureyringa að njóta þessari partísar. En ég vildi bara koma þessari athugasemd á framfæri og gera grein fyrir af hverju var að bóka þetta. En öðru leyti leggst ég ekki gegn gjaldskrárhækkun. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið á máli sínu. Orðið laust. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyndi þegar menn eru farnir að tala hér í ræðustólum í bæjarstjórnum væntanlegar stjórnarmyndunarviðræður. Bæjarfulltrúi Preben kom inn á það að Björt framtíð gæti orðið þriðja hjólið. Hann er væntanlega gleymt að tala við Viðreisn, þess að hann virðist Björt framtíð alltaf að vita hvað Viðreisn ætlar að gera, sko. En sjálfsögðu gætu við Framsóknarmenn verið þriðja hjólið, svo bara höldum því til haga. En það er ekki umræðuefni hér í dag. Það er þó engu að síður þannig að við náttúrulega fengum þessa gjaldskrá til umræðu og í síðustu viku og þar komu fram athugasemdir frá minnihlutatanum sem að hér hafa verið raktar og það sem snýr að málefnum aldraðra er eitthvað sem við vildum láta kanna og við bókuðum þannig í bæjarráði. Það liggur nú fyrir og bæjarfulltrúar er konið með í hendunar svona greinargerð frá sviðsstjóra búsetudeildar þar sem að hann rekur þennan kostnað sem að þessi tekjuhækkun eða ef þið falli frá þessari tekjuhækkun og það er einhver 3,3 milljónir þannig að við erum svona, það er komið á tala á þennan lið. Við teljum í raun að það sé ekki rétt á þessari stundu að falla frá þessu hækkun. Við viljum koma með bókun sem að hljóða svo að meirihlutinn samþykkir framlagða gjaldskrá en vísa gjaldi á aðstoð við almenn heimilistörf og heimsendingu matar til aldraðra til endurskoðanir í velferðarráði með það markmiði að draga úr hækkun ásamt því að leggja fram tillögur hvernig lækkun tekna verði mætt innan málaflokksins. Við erum þannig að við teljum sjálfsagt að þetta verði athugað og það verði komið með tillögur þá breytingar á gjaldskrá. Það hefur lagt þarna fram hvernig í þessari töflu sem við vorum að fá frá Jóni Hróa sviðsstjóra búsetudeildar að þá liggur fyrir ákveðnar möguleika á útfærslur á þessu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að velferðarráð fjalli þessar útfærslur og komi með tillögur en þá jafnframt hvernig þeir hyggjast mæta þessu innan málaflokksins. Þannig að þetta er tillaga sem að ég legg hér fram. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér finnst nú eðlilegt að komi fram í þessum umræðum hér að það er náttúrulega einn hængur á því hvernig þessi gjaldskrá hefur verið lögð fram. Hún kemur ekki fram fyrr en á fimmtudaginn í síðustu viku á bæjarráðsfundi. Gjaldskrá breytingar eins og þessar eiga náttúrulega að koma til umræðu við fyrri umræðu fjárhagsáætlun því að sjálfsögðu hangir þetta saman eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom hér inn á áðan. Það að falla frá hækkunum hefur áhrif á kostnað. Og þess vegna er gríðarlega mikilvægt að þetta gerist ekki aftur og gjaldskrá sé lögð fram með fjárhagsáætlun við fyrri umræðu þannig að ef slíkar hækkanir eru teknar tilbaka þá gefist tími til að vinna úr málinu. Ég tel samt að þrátt fyrir það að þetta hafi þessi áhrif á rekstur búsetudeildar upp á einhverjar 3-4 milljónir á mark 5 að þá sé það verkefni sem við hljótum að leysa miðað við þann pakka sem við erum með í höndunum. Þannig að ég legg nú bara hreinlega til að tillaga bæjarfulltrúa Sóleyju Bjarkar verði bara samþykkt. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Sko, við erum alltaf kannski að ræða það betur þegar við förum umræðu hér fjárhagsáætlun að við höfum verið að leggja mikla áherslu á það að bæta vinnubrögð og það er eitt af því sem að við höfum svona kannski verið að taka skref fram á við
að mínu mati, en hins vegar það þannig að gjaldskráin, og það alveg rétt sem bæjarfulltrúi Gunnar bendir á að gjaldskráin hefði átt að vera komið fyrir og það ákveðnar skýringar á því sem við viljum ekki fara að rekja hér í ræðustóli af hverju hlutirnir eru aðeins seinni á ferðinni heldur en við höfum kannski óskað. Það alveg rétt að gott væri að gjaldskrá lægi fyrir við fyrri umræðu þannig að við getum tekið þessar umræðu á milli umræðuna hér í bæjarstjórn. Hins vegar finnst mér ekki rétt þegar við erum að leggja fram fjárhagsáætlun hérna þar sem við höfum verið að skoða vel hjá öllum sviðum reksturinn og menn hafa lagt hér mikið metnað í það að skila fjárhagsáætlun innan ramma. Við förum að taka hér ákvörðun sem að skiptir þá þessar krónutölur, það skiptir máli þessar krónutölur. Ég held að miklu næra við samþykju gjaldskrána sem þá í rauninni takt við þá fjárhagsáætlun sem við erum að fara að samþykja hér og eftir og tökum svo bara þetta inn í velferðarráð og ræðum það þar og þeir komið þá með tillögur sem að við myndum þá fara inn með sem viðauka á árinu 2017 til þess að mæta þessari breytingu. Þannig að ég vil bara vinna þetta svolítið faglega og ég held að það að gera þetta með þessum hætti úr því sem komið fyrst við gátum ekki gert þetta á milli umræðna, að þá sé þetta fagleg vinnubrögð þar að segja að samþykkja gjaldskrána eins og hún þess að hún í takt við þá fjárhagsáætlun sem við leggja fram og við getum síðan tekið þessar umræðu og ég held að það sé mikilvægt að velferðarráð fari strax í það í upphafi árs að fara í gegnum þetta og kanna hvort ekki hægt að bregðast við þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðjónsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara að koma inn á ef að við færum þessa leið sem að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur að leggja til að það eru þá tryggt að þessi hækkun myndi ekki taka gildi fyrir en að það er búið að taka þetta þá fyrir í þessari nefnd og aftur fyrir í bæjarráði. Þannig að ég legg það til að það eru þá komið því í kring að þessi hækkun myndi ekki fara inn fyrir en búið að vera endurskoðun. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðjónsson bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég var akkurat að segja hér á máli mínu áðan að það er mikilvægt að velferðarráð taki þetta strax til umfjöllunar í upphafi næsta árs og fari yfir þetta og það er nú þannig að ef við höldum vel á málum þá ættum við að geta gert þessa breytingu og hún gildi frá með 1. janúar vegna þess að það er ekki rukka fyrir þessa þjónustu fyrir lok janúarmánaðar þannig að það ætti alveg að geta gengið þannig að ef að niðurstaða velferðarráðs yrði með þeim hætti og við fyndum einhver lausn á þessu máli þannig að ég held að það alveg að geta gengið. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðjónsson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið málið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka jákvæðar undirtektir við þetta. Mér langar aðeins að segja að í mínum huga þá er auðvitað betra að taka ákvörðunina núna og svo ætla ég að segja að það er auðvitað hægt að mæta henni síðan með viðauka ef það verður gerða breytingar á fjárhagsáætlun eftir þetta. Og mér finnst svo að það sé líka, mér finnst við bara þurfa að staðfesta að það er þetta sem við ætlum að gera og ef það er bara svona pottið þá bara gerum við það. Og síðan bara vil ég segja að mér finnst líka svona ákveðin rörsýn í því að það verði endilega að mæta þessu innan málaflokksins. Ég meina það er bara, það eru peningar víðar og þessi málaflokkur er eftir því sem ég best þekki til ekki of vel haldinn af fjármagni. Þannig að mér finnst það ekki endilega þurfa að vera eina leiðin og ég legg bara og skora á ykkur hérna í meirihlutanum sem heyrist ekki ætla að samþykkja mína tillögu en ég skora á ykkur að endurhugsa það og samþykkja bara tillöguna og síðan er hægt að skoða hvar þessu verður mætt og hvernig og það er hægt að gera við hvað það varðar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðjónsson bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, aðeins varðandi þessu umræðu að við erum að samþykkja fjárhagsáætlun, við erum að samþykkja gjaldskrá, við getum í mínum huga þá finnst mér þetta eitthvað vera snúast það að við erum að taka ákvörðun hérna og þetta kostar peninga ef við tækjum þessu ákvörðun sem að bæjarfulltrúi Sóley leggur fram. Við erum alveg tilbúin að skoða það og fara með þetta inn í velferðarráð og mæta því þar en það er þannig
okkar, ef við ætlum að fara núna af stað með þessa vinnu sem við höfum lagt mjög mikla áherslu á, að við séum með viðaukana eins og þeir eiga að vera, að þá eru viðaukar gerðir áður en ákvörðunartakan tekin og þannig að ef við erum að taka hér ákvörðun að lækka tekjur alltaf 5 milljónir, 35 milljónir, að þá það ákvörðun sem við erum að taka og alltaf síðan að búið til einhver viðauka eftir. Við rættum það hvort þetta mæta sinna málaflokksins, ef það ekki hægt og til að kemur að lækka þetta sem að við erum kannski öll svolítið sammála að þetta hafi kannski verið fullmikil hækkun, að þá í rauninni tökum við þá umræðu hér og förum með þá bara með viðauka eins og ber að gera. En ég legg enn og aftur til og mín tillaga svo að við samþykkjum framlagða gjaldskrá með þessari bókun okkar í meirihlutanum. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðjónsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þá liggja fyrir okkur 2 bókanir. Það liggur fyrir bókun frá Sólbjörg Stefánsdóttur bæjarfulltrúi, fulltrúi VG leggur til að falli... Tillaga? Ok. Tillaga. Fulltrúi VG leggur til að falli verði frá fyrir að hækkun gjaldskrá vegna aðstoðar við almenn heimilistörf og heimsveits matar og legg til að í þessi stað verði gjaldskrá hækkuð sem nemur þróun verðlags sem gæti verið nærri 3,5%. Þessi geta samþykkt það, eins og skefið merki. Það eru 5 sem eru á móti. 6. Þá það bókun meirihlutans. Meirihluti samþykkir framlagða gjaldskrá en vísar gjaldi á aðstoð við almenna heimilistörf og heimsetningu matara aldraðra til endurskoðunar í velferðarráði með það að markmið að draga úr hækkun ásamt því að leggja fram tillögur hvernig lækkun tekna verði mætt innan málaflokksins. Þessi geta samþykkt það eins og skefið merki. Þeir sem eru á móti, 5 sitja hjá.